Snorra-Edda segir frá ferð Þórs og fylgdarliðs hans til útgarðaloka. Þá má segja að lífskjara bati hér jafnist fyllilega á við lönd eins og Bretland, Sviss og Bandaríkin, svo nokkur séu nefnd. Áramót fyrir vitund vorri vegamót. Þau eru hvorki sýnileg né verður á þeim þreifað. Við lítum yfir farin veg, það ókunna, árið sem býður á dýra þrepinu, seiðir hugan til framtíðarinnar, hvað skyldi hún bera í skauti sínu. Þá samþykkti Alþingi Íslendinga samhljóða með atkvæðum allra þingmanna 60 að tölu þingsályktunartillögu útfærslu íslenskra fiskveiðilögsögu í 50 sjómílur. Það var stór dagur, það var góður dagur. Þá áttu þingmenn og þjóðin öll einn vilja. Til þeirra leitar hugurinn ekki síst. Gleðin setur svip sinn á hátíðina þó víða hafi orðið skarð fyrir skildi. Minningar og fyrirheit tvinnast saman í hugum okkar. Heit eru unnin því sem miður gekk á liðnu ári skal úrbætt á því nýja. Það má vissulega finna að mörgu og með gildum rökum má benda á ýmislegt sem betur má fara. Það er ekki að ástæðu lausu því yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem nú lifa á Íslandi eiga fyrir höndum að lifa árið 2000. Hvassir sviptivindar, óstöðuleikans, verðbólgunar hafa geisað grund. Og stórvirkjanir og orkunýting eru stærstu viðfangsefni þjóðarinnar nú og á næstu árum til aukinnar farsældar fyrir land og lýð. Innanlands hefur verið gripið til róttækra aðgerða til þess að rétta við þjóðarskútuna eftir vaxandi slagsíðu undanfarinna ára. Það veit ég að allir Íslendingar viljað takist, þótt skiptar skoðanir séu leiðir. Framtíðina verður þó ekki rætt án þess að hafa fortíð í huga. Staðan verður að vera ljós þegar næstu skref eru ákveðin. Atvinnutækifærum hefur ekki fjölgað á Íslandi í 6 ár, en vinnufúsum höndum hefur fjölgað á sama tíma. Góðærið var grátlega illa nýtt. Þessi síðasti áratugur aldarinnar ætlar ekki að verða neinn eftirbátur hinna. Hann er þegar orðinn stórbrotinn þótt skammt sé á hann liðið. Ef við látum sára neyð annara okkur litlu skipta, verður gleðin yfir eigin velsæld bæði hol og innan tóm. En það er vissulega gott að búa á norðurslóðum. Úrkoman sem við kvörtum stundum yfir færir okkur gnægð af vatni, þeirri auðlind sem einna dýrmætust er á jörðu nú þegar vatnsskortur hrjáir menn víða heimsbyggðina. Hagur okkar er ekki algóður, en með allri sanngirni hlýtur hann þó að teljast með því besta sem þjóðfélög á jarðarkringlunni búa þegnum sínum. Látum ekki yfirstandandi erfiðleika sem eru tímabundnir yfirskyggja alla okkar tilveru. Leifum okkur að gleðjast í kvöld og horfum vongóð til framtíðar. Þakklæti til allra þeirra fjölmörgu sem lagt hafa mikið af mörkum og hönd á plóg við þá endurreisn íslensks samfélags sem staðið hefur allt þetta kjörtímabil og reynst mörgum sár og erfið. Árið 2013 hefur gefið okkur tilefni til að líta björtum augum fram á veginn og fagna nýju ári sem ári uppbyggingar og ómældra tækifæra. Við áramót verður okkur hugsað til þeirra sem hafa átt við erfiðleika að stríða á liðinu ári og við vonum að þau tækifæri sem nýtt ár skapar muni reynast þeim vel. Enginn ætti að velkjast í vafa að lýðræðið í okkar landi lifir góðu lífi. Og ekki aðeins það. Við erum einnig svo heppin að búa við traustar lýðræðislega leikreglur sem tryggja drengilega keppni og almenna viðurkenningu á úrslitunum þótt þau séu ekki alltaf öllum að skapi. Og við erum minnt á hversu mörg eru reiðubúin til að sinna því mikilvæga hlutverki að koma öðrum til bjargar. Það er einstakt að eiga þúsundir sjálfboðaliða sem eru reiðubúnir nótt og dag til að bregðast við og hjálpa öðrum þegar eitthvað gerist. Hver og einn getur gert sitt. Margt eigum við þá sameiginlegt með öllum Íslendingum sem miklu skiptir og bindur okkur saman sem þjóð. Það getur átt við minningar frá liðnum tíma, en líka vonir okkar það sem verða skal. Í þessu felst styrkur.